Gása-kaupstaður, verslunarstaður frá miðöldum, eru friðlýstar fornleifar í umsjón fornleifaverndar ríkisins. Á hverju ári eru svokallaðir miðaldadagar haldnir á Gásum en í ár verða þeir 15. til 17. júlí. Á miðaldadögum gefst tækifæri á að kynnast lífinu á verslunarstaðnum Gásum og iðandi miðalda mannlífinu sem tilheyrir slíkum verslunarstað. Á Gásum var höfn og voru stundu viðskipti á miðöldum. Þetta hefur að þéttbýli á sumrin. Þannig að hér er alltaf lífið þegar kaupskipin komu og alveg í dálítinn tíma. Það hefur verið grafið hérna, oft, það hefur byrjað að skoða þennan stað bara strax upp á 1900 en upp á 2000 þá fór á stað stór fornleifa rannsókn hérna og það er búið að komast að ýmsu lífið á Gásum. Þó enn eigi eftir að grafa mikið og uppgötva margt. En hérna hefur verið mikil líf svona frá 1200 fram á 15. öld og þetta var aðal verslunarhöfnin á Norðurlandi og hingað hefur komið fólk hvaðan af að og hér var ekki heilsársbúseta, það var ekki þorp hérna nema á yfir sumartíman. Það hafa verið grafnar upp í rauninni búðir, svona verslunarbúðir, þar sem fólk hefur bæði grafið niður og hlaðið veggi og verið með smá hús og svo bara komið á sumrun og tjaldað yfir. Og þetta er stórt svæði hérna, það er alveg hægt að ganga hérna og skoða fornleifasvæðið og það mótar mjög vel fyrir þessum tóftumörkum og svo var hérna líka kirkja, stór kirkja. Þannig að það hefur verið eina byggingin á svæðinu en þetta hefur verið alveg ótrúlega merkilegt samfélag sem hefur myndast hérna í svona vertíðarstemmingu og búið að skoða smá hluta af þessu og við og svona er mjög fallegt hérna, hér er falleg fjara og fallegt skipalagi menn vita ekki nákvæmlega hvenær þetta byrjaði og hvenær þetta endaði en þetta svona gróft á litið, 12. til 15. öld og svo er þetta komið inn á Akureyri seinna og ýmsar tilgátur svo sem af hverju það breytist. Þessar fornleifar sem hér hafa fundist og þessar tóftir sem þú nefnir, þetta er væntanlega ekki tæmandi listi, hér er eflaust hægt að halda áfram með eitthvað? Að grafa og rannsaka, já heldur betur. Þessi bara búið að skoða einhver 10% eða eitthvað svoleiðis og það er ennþá verið að vinna bara úr öllum þeim upplýsingum sem hafa komið og bæði náttúrulega minjar vörur og daglegt líf og það er búið að komast að ýmsu sem hefur verið að versla með og sýsla og það er bara þetta endalaus brunnur hérna sem hægt er og vonandi eftir að kafa dýpra ofan í og þetta er virkilega spennandi staður að skoða og svona, þetta eru verslunarstaðir allt land frá öllum tímum og minja heildir til og svona og það þarf að skoða þetta allt saman miklu betur því að þarna eru miklar upplýsingar sem við höfum bara eftir að ná okkur í og það er bara vonandi eftir að komast að einhverju meiru hérna og svona geta miðla því áfram og það er alltaf það sem við erum að reyna að gera með þessum miðaldadögum. Og hér eru einmitt að rísa, einhvers konar hús, ef maður má kalla það. Hvað stendur til? Á miðaldadagar hafa verið haldnir núna í fjölda ára og við erum að endurskapa þetta iðandi mannlíf sem hefur alveg greinilega verið hérna á Gásum og það er fjöldi mann sem tekur þátt í þessu og kemur hingað og með sína þekkingu á þessu tímabili og bæði á tímabilinu og handverkinu. Þetta er mikið handverksfólk og listafólk sem kemur hingað. Fólk sem er að gera gripi eftir gömlum aðferðum, með gömlum verkfærum og eftir öllum þeim kúnstarinnar reglum. Og þetta er fólk sem hefur kynnt sér tímabilið alveg fram og tilbaka og er bæði að gera þessa hluti og þá líka fylgir náttúrulega það þarf að kynna sér ef þú ætlar að stíga inn í þennan tíma þarftu fatnaðinn og útlitið að passa þannig að þú sért kannski í leirlist eða eldsmíði þá ertu samt líka í fatnaðinum þannig að við erum alltaf að vera að skoða tísku og tíðaranda og fólk er að koma sér upp alls konar
einmitt fötum og fylgihlutum og mataráhöldum og það þarf að eiga margt þegar maður gengur inn í tíma og þetta margir sem að þekkja þetta vel og gera þetta og koma hingað á Gásum og eru með okkur í þessu verkefni og við einmitt reisum þessa búðir einu svona ári á svona svipaðan hátt og við höfum heimildi fyrir að var gert og hingað kemur fólk og að selja vörurnar sínar, þetta kaupstaður og það að kaupa miðaldavarning en svo líka verið að vinna hérna að hlutum því að eins og hefur þó verið áður þá náttúrulega fólk hefur verið að versla hérna hingað og koma á kaupskipun en það hefur líka þurft að þjónusta allt þetta fólk sem kemur hingað og það ekkert nóg bara að koma í land með vörur, fólk að dvelja hérna í dálítinn tíma og það, fólki náttúrulega kemur þá hingað og sækir alls konar, það þarf að fara til eldsmiðsins og ná í nýja nagla og reipislagarinn að vefja hann í reipi hérna og það þarf að viðhalda skipum og svo náttúrulega bara fólk hérna, það þarf að elda mat og svo fer fólk náttúrulega að stytta sér stundir og eflaust verið, og hingað koma náttúrulega sagnamenn og krakkarnir að leika sér og það alls konar íþróttir og keppnir og mikið stuð. Það sem þetta hefur orðið að svolítið hefð, það töluvert langt síðan að þið byrjuðuð á þessu. Hvað ber hæst að þínu mati? Hvað hefur verið vinsælast? Hátíðin þetta svipað þannig lífið hérna á Gásum, en það aldrei eins og hátíðin það kemur alls konar fólk hingað og fólk sem hefur sérhæft sem ýmsum sviðum og það margt sem gerist hérna og það fer eftir hverjir mæta á Gásir og það aldrei að vita hverjir birtast hérna. Það hefur verið náttúrulega að vinna alls konar verkefnum. Undanfarin ár hefur verið að vinna að smíði miðaldabáts með miðaldaverkfærum og þetta bara eitthvað sem við erum að gera hérna á Gásum þannig að þetta hægt og rólega verður þetta lilla skip til hérna. Við erum að hreinsa brennistein hérna líka. Það verkefni sem við höfum líka verið að tengja okkur út erlendis og í alls konar rannsóknum með það því að hér hafa fundist minjar brennisteinsvinnslu sem var meiri en fólk átti vona á. Hér var flutt út mikill brennisteinn og við erum að gera alls konar tilraunir með þetta og prófa hvernig að gera þetta og með þessum fornu aðferðum og það dálítið merkilegt ofta að verða vitni að því hvernig þessir hluti ganga fyrir sig, finna lyktina, reka sig á og gera tilraunir, búa til púður og það hefur verið skotið að litlum fallbyssum hérna og svo náttúrulega slær stundum í brýnu, kaupmennirnir hérna nú mjög friðsamir og það fer yfirleitt allt fram með mikill ró og spekt en auðvitað kemur alltaf eitthvað þegar menn koma saman og ýmsar deilur milli manna og höfðingja og það alls konar karakterar sem hingað að koma og það hafa orðið eftirminnilegir bardagar hérna og ýmislegt sem gerist og munkar og vera að verka skinn og þeir taka stundum upp á ýmsu eins og munkarnir frá Möðruvöllum, þeir koma stundum hingað, það spurning hvað gerist í ár og það náttúrulega Möðruvöllur hérna rétt hjá og þar var klaustur á þessum tíma og þeir hafa eflaust haft mikil samskipti hingað niður yfir og það svona, það eru skrautlegir karakterar sem koma hingað stundum, þannig að það margt sem getur gerst. Þeir sem hingað koma og leggja leið sína á miðaldadaga á Gásum, þeir veit ekki hvað í vændum, það getur allt gerst á Gásum. Já, í rauninni, það hérna alltaf eitthvað að vera en svo koma alls konar uppákomur og það svona yfir daginn alltaf eitthvað í gangi og það svona, það alltaf eitthvað líf og fjör hérna í búðunum. Það getur alveg hægt að ganga því vísu. Og svo náttúrulega hægt að fara í líka leiðsagnir minjasvæðið sjálft, þannig að það bæði hægt að kynnast þessum minjasvæðinu og því sem það getur sagt okkur og skoða það og kíkt svo lífið í búðunum. Ég veit að þið eru upptekin við að setja hér allt upp og gera allt klárt fyrir helgina. Ég ætla ekki að trufla þig lengur. Takk fyrir. Takk fyrir komuna.